Svona. Góðan daginn. Gaman að vera hérna með ykkur aftur. Ég heiti Helena Marta og komin aftur í skógræktargeirann. Virkilega glöð með það. Eftir nokkra ára hlé, þar sem ég söðlaði aðeins fór aðeins inn í landbúnaðarmálin. En ég komin aftur. Þið kannski þekki mig frá því ég var á fagrastöfnum fyrir einhverjum árum síðan þar sem ég var með verkefni Skógvatn með Skógræktinni og Landbúnaðarháskólanum og fleirum. En það er nú nokkur ár síðan það var. Mig langar til þess að segja ykkur frá í rauninni því sem við höfum verið að gera í sambandi við að mæla magn kolefnis í jarðvegi og botngróðri í íslensku birkiskógum. Og þetta og ég ætla að sýna ykkur svona smá sneak peek af niðurstöðum. En þetta sem sagt vinna sem hefur farið fram yfir margra ára skeið, en nú erum við loksins að komast í að greina sýni sem hefur verið safnað alveg frá því 2005. Ok. Nei, þarna komið það. Þessi sýni sem ræðir eru hluti af ISU. Og ISU eins og þið þekkið, íslensk skógarúttekt eða landskógarúttekt og sem hófst árið 2005 og hefur það að meginmarkmiði að meta kolefnisforða ofanjarðar, vaxtarhraða trjáa og svo hefur hingað til verið markmiðið að meta dreifingu og stærð náttúrulega birkiskóga og ræktaðra skóga sem á að safna upplýsingum ástand skóga og gögnum umhverfið þeirra og hvernig þetta að breytast með tímanum. Í ISU eru yfir 900 eða 960 mælifletir ræktaðra skóga og 312 mælifletir náttúrulegra birkiskóga, þannig að heildarsafnið ansi stórt. Og þetta í rauninni allt til þess að meta þessa þætti og fer í rauninni í svona hring, það ekki allir reitir metnir á einu ári, heldur þetta svona 5 ára hringur, þar sem farið á hverju ári hringinn í kringum landið og mælireitir teknir og bætt við svo næsta ár og svo leiðis. Ég bara eitthvað voðalega hefta á þessu tölvu hérna eða? Já, ég hélt það. Ég var að reyna það líka. Sjá. Svona. Í hverju mælifleti sem settur út að þá metum við í rauninni að setjum út svona hringlega reit sem þá 200 fermetrar og þar eru metnir ýmsir þættir, þar sem eru teknar lýsingar á aðstæðum og mælingar og meðal annars eru settir út gróðurrammar sem eru þessir rammar, sjá, þessir hér. Hér rammi, svo þegar sami reitur heimsóttur aftur, það alltaf tekinn suðurrammi og norðurrammi og svo tekinn einn randomrammi og í þessum randomramma sem eins og hérna fyrsti ramminn settur, næst þegar reiturinn heimsóttur, þá settur út annar randomrammi, þannig að sýni og sýni sem við tökum, jarðveg og botngróður til greiningar eru þá aldrei á sama stað eða svoleiðis nákvæmlega. Alltaf innan rammans en þá fyrsta sýni tekið í þessum ramma, næsta sýni þegar reiturinn heimsóttur aftur þá tekin
á random númer 2 og svo kemur random númer 3 þegar reiturinn heimsóttur næst. Þannig að breytileikinn innan rammana getur verið, milli sýnanna getur verið alveg gífurlegur. Og hérna niðri sjáu þið myndirnar af rammanum, þar sem við tekum gróðurþekjuna og henni lýst og þar svo tekið þessi litli rammi sem við sjáum hérna neðst, þar tekin allur gróður og litir og feyra og svarðalagið niður að yfirborði jarðvegsins og þegar það búið að fjarlægja það, þá setjum við jarðvegs sýnataka þar ofan í, þannig að þetta allt á svona tiltölulega litlu svæði. Ok, þetta eitthvað fáránlegt í gangi hérna, sko. Svona, ok. Hérna sjáum við myndir af reitum sem voru teknir, þetta norður- og suðurreiturinn og það svo gaman að sjá hversu, hérna sjáum við breytinguna af því að við tökum alltaf myndir á þessum römmum og þessir 2 rammar eru teknir á nákvæmlega sama stað, pluss mínus kannski einhver 5 cm eða eitthvað, á sama staðnum og annar tekinn 2009 og hinn 2019 og þetta eru gögn sem við erum búin að vera að safna í langan, frá 2005 og alltaf á 5 eða 10 ára fresti eru teknar myndir af þessu og það sýnir svo vel hver breytileikinn á þessum gróðurreitum sem við verum að lýsa og gaman að geta borið þetta saman milli ára og séð í rauninni breytinguna. Hér annað dæmi, þetta ræktaður skógur, ekki birkiskógur og þið sjáið hérna hver breytingin bara í eðli sínu eins og þið vitið þá stækka tré ágætlega á 10 árum og það gaman að geta borið þetta saman og þetta getum við gert í rauninni með alla reitin okkar af því að við tökum alltaf svona myndir random í hverjum reit. En það nú þannig að kolefnisforði í jarðvegi, En hvers vegna erum við að skoða þetta? Við erum að meta kolefni í jarðvegi og botngróðri. Og eins og við sjáum hér niðurstöður frá 2002, að þá sjáum við að ef við ætlum að meta kolefnisforða, þá verðum við eiginlega að taka tillit til jarðvegskolefnis. Af því að kolefnisforði í skógi bara að litlu leyti ofanjarðar og sama annars staðar í náttúrunni, en kolefnisforði í jarðvegi eykst mjög mikið með skógrækt vegna þess hve mikið af auknu kolefni sem kemur inn í kerfið. Og það væri nú gott að geta bætt jarðvegstölum inn í kolefnisbókhaldið okkar sem við höfum ekki gert núna, hingað til. Það sem við höfum gert, kolefnisforðinn, hann í rauninni skiptist að jafnaði á eftirfarandi hátt og þetta eru bara svona grófar tölur, en það eru ofanjarðar forðinn, það litterinn eða feyran, svo erum við með viðinn sem liggur dauður og svo erum við með það sem neðanjarðar og þetta allt sem við höfum verið að taka tillit til í útreikningum á kolefnisforða í bókhaldinu okkar,
En það sem við höfum ekki getað áætlað, eða sem sagt notað hingað til að reikna inn í kolefnisbókhaldið okkar, magnið af kolefni í jarðveginum og magnið í sem sagt botngróðri. En það hefur verið áætlað í liternum hingað til. Og það ekkert óalgengt að 50% af kolefninu sé í jarðveginum. Þannig að ef við getum metið kolefni í jarðvegi inn í þessar tölur sem við erum að áætla í loftslagsbókhaldið okkar, þá í rauninni getum við vitað hversu mikið kolefni í jarðveginum í staðinn fyrir að vera alltaf bara að áætla. Sem að gerir þetta mjög, mjög mikilvægt. Og núna ætlum við ætla ég að sýna ykkur smá fyrstu niðurstöður úr þessum mælingum sem við höfum verið að safna frá 2005. Og það sem við byrjuðum á að gera og það sem að Jóhanna og Arnór hafa verið að vinna að í gegnum tíðina, þegar nú kom ég bara inn á seinsta ári, þannig að ég bara fæ bara rjómann, þarf ekki að gera vinnu, nei, segi svona, að það við byrjuðum sem sagt á að taka sýni úr birkiskógum, pöruð sýni, þar sem við tókum sýni frá 2005 til 2009 og svo 2015 til 2019. Og byrjuðum á að taka þau, svona pöruð sýni, til þess að geta séð hvort að einhver breyting hafi verið á kolefni í jarðvegi og botngróðri hins vegar, annars vegar og hins vegar. Hérna sjáum við svona mjög einfalt graf, þar sem ég er búin að bera saman bara á þessum reit var mæling tekin árið 2005, svo var líka tekið 2015 og ég tók bara mismuninn af þessum tölum og setti þau upp í svona einfalt graf til að reyna að sjá hvað ég væri með í höndunum. Þannig að þessar súlur, þær sýna í rauninni bara það hvort það var aukning eða minnkun á milli þessara tveggja sýna sem voru teknar á sama stað. Eins og þið sjáið, þá voru á sumum stöðunum mjög mikið, breytileiki var virkilega mikill. Það var mikið kolefni í sumum sýnum og meðan var mjög lítið, lágt hlutfall í seinna sýninu og svona. Þannig að mismunurinn allt frá -20, sem sagt að það var kolefnistap á prósentu af hlutfalli og upp í að vera mjög mikið hærra hlutfall kolefnis í sýninu. Og þetta botngróðurinn og svarlagið. Og svo ef ég skoða mér líður eins og ég sé orðin miðaldra. Jesús minn. Og bara, hvað segirðu? Á hvað taka við þetta? Ha? Æ, takk, fá svona unglamb með mér hérna. Gekk þetta? Það allavega kom eitthvað upp hérna. Þetta voru að sló. Jesús minn, jæja. Ok, you bear with me. Ég var að verða fertug. Hér sjáum við líka sambærilega niðurstöður fyrir jarðveginn. Og hérna sjáum við líka að breytileikinn mjög mikill á milli. En ef við horfum á grænu línuna sem fer í gegnum grafið, þá það meðaltalið. Og meðaltalið yfir alla reitina sem við gátum borið saman var jákvætt, sem í rauninni gefur til kynna að það sé uppsöfnun á kolefni og það sé að aukast prósentan, hlutfall kolefnis í bæði botngróðrinum og í jarðveginum. En meðaltalið í rauninni ekki mjög hátt, en það jákvætt bæði fyrir
botngróðurinn og fyrir jarðveginn. Og þá nú spennandi að kíkja áfram og sjá hvort að þetta sé eitthvað sem er eitthvað marktækt, hvort við getum stólað á þessar niðurstöður. Þegar ég skoða þessar tölur í svona tölfræði forriti og keyri það í gegn, að þá sjáum við það kom marktækur munur. Það sem sagt marktækt hærra hlutfall kolefnis í botngróðri og svarlagi og sem í rauninni gefur til kynna að það einhver breyting í skógarbotninum. Það gæti verið, sem sagt, það ýmislegt sem getur verið að gerast, en hlutfallið að aukast af kolefni. Og þegar ég skoða það í jarðveginum, að það sjáum við að það líka aukning þar, en aukningin þar í rauninni ekki marktækt. En hlutfall kolefnis hins vegar virðist vera að aukast bæði í jarðveginum og í botngróðrinum. Það var alveg við því að búast að það væri erfitt að fá marktæka niðurstöðu í sambandi við jarðveginn af því að breytingarnar í uppsöfnun kolefnis í jarðvegi eru langmestar í efstu 10 cm, sem sagt 0 til 10 cm. Þar þekkt að sé mesta breytingin, af því að þar verður í rauninni uppsöfnunin á efninu sem að koma, lauffallinu og öðru sem að safnast upp í skóginum. Þannig að ef við erum með 30 cm sýni og erum að reyna að finna breytingu á því, að þá sem sagt breytingin í 10 til 30 cm laginu, hún miklu hægari heldur en í efstu 10, sem að segir okkur að breytingarnar eru mögulega aðeins útþynntar. Ef við værum með efstu 10 cm eingöngu, þá hefðum við mögulega geta fengið marktæka niðurstöðu, en það nú eitthvað sem við skoðum betur seinna. En þetta sjálfsögðu var til þess að maður varð ansi spenntur, ég bara yes! Það komið þvílíkar, við sjáum einhverjar marktæka breytingar, bara ég veit ekki alveg. Það þýðir væntanlega að það aukning í kolefnisforðanum, en eins og í öllum góðum försum, það flækjast málin. Þegar ég var að skoða magnið af kolefni, sem sagt, út frá, af því að við vorum áðan að skoða hlutfallið af kolefni í þessum sýnum. Ef við skoðum magnið, að þá sjáum við að það ef við skoðum botngróðurinn og svörðinn, að þá sem sagt marktækt lægra magn kolefnis í tonnum á hektara í seinni sýnatökunni heldur en í fyrri. Þannig að við erum með marktækt hærra hlutfall kolefnis, en við erum með marktækt minna af kolefni þegar við skoðum magnið af efni sem við tókum. Þetta í rauninni sýnir okkur að það breyting í skógarbotninum. Það getur verið að völdum kannski þéttingar skógarins, að það eru skuggaáhrif, botngróðurinn að minnka, og hlutfallið getur verið þannig að hlutfall á milli feiru og botngróðurs getur verið að breytast. Þannig að þetta svolítið flókin saga að verða í þessu. Hlakka til að finna eitthvað út úr því, en ef við skoðum bara aldursdreifingu í þessum skógum sem við vorum að skoða, og þá sjáum við að aldursdreifingin í rauninni, þeir eru að eldast, sem að kannski ekkert voðalega skrítið, en hlutfallið sem sagt þeir eru kannski fleiri að fara inn í myrkvaskeið, skógarnir, og við vitum alveg úr fyrri rannsóknum að á myrkvaskeiði að þá erum við að skugga út botngróður. Ég alveg að vera búin. Við hins vegar fengum jákvætt svar þegar við skoðuðum magn kolefnis í jarðvegi, sem var mjög skemmtilegt að sjá. Þannig að
við í rauninni getum séð aukningu í magni kolefnis, en breytingi var ekki marktæk og það verður spennandi að sjá þegar við þegar við skoðum gögnin betur og sjáum hvað við getum fundið meira út úr þeim eða fengið meira út úr þeim. Þannig að næstu skref hjá okkur í rauninni bara frekari gagnaúrvinnsla og ég vona að ég geti komið með einhverjar frekari niðurstöður að ári á fagráðstefnu og sýnt ykkur eitthvað meira krassandi. En við ætlum náttúrulega að bera þessa niðurstöður, skoða þetta út frá ýmsum þáttum. Svo eigum við ca. 4.000 sýni úr ÍSU ógreind og þá úr ræktuðum skógum og það ekkert ólíklegt að við fáum hraðari svörun í ræktuðu skógunum heldur en í birkiskógunum, þannig að það verður spennandi að sjá hvað við fáum út úr þessu og við þá kannski breytum líka aðeins sýnatökunni til þess að auðvelda að taka í rauninni lagskiptinguna betur til greina. En þetta allavega lofar góðu og vonandi náum við að fara að koma í rauninni þessum tölum lengra þannig að við getum mögulega að fara að taka þetta inn í bókhaldið okkar líka. Þetta allavega á góðri leið. Þá langar mig bara að þakka kærlega fyrir áheyrnina og góða fagráðstefnu.